Já, í þessu myndbandi ætla ég að tala um hvernig á að skrifa greinar sem leitavélarnar eru hrifnar af og eru líklegar til þess að senda traffík á. Og í rauninni er hérna frekar einfalt að gera þetta. Þetta kannski virkar svolítið ruglandi í byrjun, en þegar maður er búinn að gera þetta nokkru sinnum þá er þetta orðið mjög einfalt. Þetta kallast sem sagt on-page optimization, sem snýst að því, sem er sá hluti í leitarvélabestun sem snýr að því hvað maður gerir á sinni eigin síðu til þess að gera leitavélarnar hrifnar af greininni. En þá er auðvitað lykilatriði að segja Google, sem er að leitavélin, á einhvern hátt hvað greinin fjallar um. Og ég talaði seinast í seinasta myndbandi og grein hvernig að finna leitarorð sem eru vinsæl, en það er ekki nóg að skrifa bara um þau leitarorð, heldur þarf maður að gera það á ákveðin hátt. Og það eru svona ákveðnir staðir þar sem maður verður að innihalda orðin til þess að leitavélin viti um hvað greinin er. En hérna í þessari grein tekið dæmi um að við höfum fundið gott leitarorð, best dog food, og ég er svo að tala um hérna í þessari grein svona dæmi um hvernig við myndum hafa þessa grein. En ég ætla svo að bara taka dæmi af minni eigin síðu, chrischris.com, og sína svona hvernig ég geri þetta, bara einhverja grein sem ég skrifaði fyrir löngu síðan eða í seinasta mánuði, og hérna sína ykkur þetta þar. En fyrst ætla ég aðeins að tala um hérna Google leitaniðurstöðunar. Svo að við leitum að einhverju á Google og við fáum einhverja leitaniðurstöður. Eins og þið getur séð eru leitarorðin í titlunum á flestum síðunum, líka í lýsingunni og líka í slóðinni. Það er greinilegt að það er mikil samkeppni um þessi 3 orð, best dog food, og í rauninni sjáum við strax þegar við leitum að þessu allar þessar greinar fjalla um best dog food, af því að hérna leitarorðin eru inn í titlinum, þau eru í slóðinni og þau eru í lýsingunni. Og ef þú skoðar fyrst að sérðu að það er líka í fyrirsögninni, sem er yfirleitt að sama titillin, og orðin eru koma fram oft inn í greininni. Í rauninni er þetta bara leið til þess að segja Google að greinin fjalla um þetta. Þegar manneskja leitar að greinlega svolítið mikið af einhverju spammerum hana, en það sem Google vill gera, helsta markmið er þegar maður leitir að einhverju þá finnir maður það. Það er það sem Google vilja með leitavélin sinni. Þeir vilja að fólki finni það sem það er að leitað strax, og það vill sína þeim bestu greinina um þetta efni, þá grein sem er líklegast til þess að fólki fái svar við. Til dæmis ef þið leitið að hérna does green tea have caffeine, þið leitið að þessu og veljið fyrstu greinina, og ef þið fáið ekki svarið ykkar þá mun Google vita það, og þeir munu ekki láta þessa síðu koma upp, af því að þeir vita að þá fólk fer á greinina, fer strax tilbaka og leitar að einhverju öðru. Google vita það, þannig að það er lykilatriði að þið gefið fólki ekki ástæðu til þess að leita upp á nýtt ef það sem sagt finnur síðuna ykkar í gegnum leitavél, af því að ef það finnur ekki svarið þá mun að leita aftur, Google mun vita það, og Google mun sem sagt ekki birta síðan ykkar í topp 10 niðurstöðunum, sem er markmið okkar. Það er af því að þessar síður hérna fá trafíkina. En ég ætla að taka dæmi hérna um grein sem ég skrifaði fyrir rúmum mánuði síðan. En í þessari grein er orðið sem ég er að miða við er protein powder recipes. Ég er akkurat núna í sæti nr. 9, en ég stefni á að komast í topp 3 fyrir þetta leitarorð. En þessi 4 kritísku staðir þar sem hérna leitarorði á að vera eru hérna í titlinum. Sjá það, hérna er leitarorðið protein powder recipes, í slóðinni chrischris.com /protein powder recipes, og líka í sem sagt fyrirsögninni. Já, sem sagt þetta er fyrirsögnin, og ef þið eru búin að installa plugininu sem ég talaði um all-in-one SEO pack, þá setið þetta líka í titilinn.
Síðan eru nokkrir aðrir staðir þar sem mikilvægt að innihalda leitarorðin. Þið þurfið að innihalda leitarorðin í textanum, helst einhvers staðar í byrjun, og það er jafnvel mjög gott að segja það bara beint. Hérna ætla ég að tala þetta. Þá veit Google nákvæmlega hvað greinin fjallar Og síðan er líka hérna svona undirfyrirsagnir eða H2 tögg, og það er gott að innihalda leitarorðin þar líka. Og að gera að nefna leitarorðin eða þessi orð sem þið viljið komast hátt í Google fyrir, að nefna þau allavega tvisvar í greininu, samt alls ekki of oft, af því að þau gera það oft þá mun það koma illa út. Og þetta verður að virka svolítið náttúrulegt. Þú veist, ég geti ekki setja leitarorðin inn bara einhverjum random stöðum, heldur verða að vera raðað inn í textan þannig að líti náttúrulega út. Og ég mæli með að nefna orðasambandið í byrjun, einhvers staðar í kringum miðjuna og einhvers staðar nálægt endanum eins og ég er búinn að gera. Og svo eru auðvitað lykilatriði að greinin fjalli þessi leitarorð. Ef þið notið þessi leitarorð protein powder recipes en eru að tala hvernig á að velja gott skjákort, þá mun Google ekki senda trafík á þá grein, þó svo að hún innihaldi þessi orð. Þú veist, þetta kannski segir sig sjálft, en ég hef séð fólk reyna að targeta einhver góð leitarorð og skrifa svo grein sem fjallar eitthvað allt annað, en auðvitað Google er náttúrulega bara forrit, bara hálfgert vélmenni, en mjög snjallir. Og þú veist, á endanum mun Google verða með bara hálfgerða gervigreind, þannig að greinin sem kemur númer 1, 2 og 3 í Google eru besta, næst besta og þar næst bestu greinarnar. Þannig að besta leiðin svona til langs tíma til þess að vera hátt staddur í leitavélunum er að vera með bestu greinina, sem er það sem ég mæli með að miða að í hvert skipti, og gefðun leitaranum, manneskjunni sem er að leita að orðinu, ekki ástæðu til að ýta á baktakkan og leita upp á nýtt eða velja næstu niðurstöðu, af því að Google mun sjá það. Var það eitthvað fleira sem ég ætla að nefna? Já, það var eitt sem ég ætla að tala með viðbót. Það er ég mæli með að nota allavega eina ljósmynd í hverju grein. Það bara svona lífgar upp á síðuna. Það reyndar fer eftir hvað er að tala hvort það borgir sig á ljósmynd eða ekki, stundum á það ekki við, en ef þið gerir það þá er mikilvægt að ljósmyndin heiti, það reyndar kemur ekki fram hérna, en þessi ljósmynd sem er á síðunni heitir protein powder recipes protein powder recipes.jpg eða png, en allavega nafnið á myndinni er protein powder recipes. Og svo setjum við hérna í alternate textan protein powder recipes, eða eins og ég gerir oft a picture of protein powder recipes. Þannig ertu í raun að segja Google að þú sért líka með ljósmynd af því sem fólki er að leita, og þetta sem að segir Google ennþá skýrari hátt að þetta sé það sem greinin í fjallum. Þannig að til að rifja upp, hafa þetta í fyrirsögninni, í titlinum, í lýsingunni og í slóðinni, nefna þetta nokkru sinnum í textanum, hafa svona undir fyrirsögn og hafa alternate texta á ljósmynd, og þá er þetta svona nokkuð neginn komið. Það er alveg fleiri þættir í þessu on-page optimization, en ég mun bara tala síðan þá, en þetta er svona algjör basic atriði sem er algjörlega nauðsynleg ef þið viljið fá trafík frá leitavélum. Það er fyrsta lagi að skrifa orð sem fólk er að leita, og í öðru lagi að Google viti að greinin eitthvað fjallar það. Þetta er algjör lykilatriði, en ég mun tala um fleiri atriði síðar, en þetta er komið gott í bili. Takk fyrir.